Já, góðan daginn kæra áhorfendur og gleðilegt ár. IA TV heilsar í fyrstu beinu útsendingunni á árinu 2020. Það er beinu útsending frá vali á íþróttamanni ársins árið 2019 á Akranesi. Það er alltaf spennandi viðburður og við að sjálfsögðu sýnum stoltir frá því. Flugeldasýningin í fullum gangi og en þó fólk farið að tínast hérna í salinn. En við kannski væri ágætt að renna yfir snöggvast hverjir það eru sem eru tilnefndir. Hér sjáum við það í badmintoninu Drífa Harðardóttir, í fimleikum Sóley Brynjarsdóttir, í golfi Valdís Þóra Jónsdóttir sem hefur verið valinn íþróttamaður Akraness síðustu 3 árin. Hestaíþróttir Jakob Svavar Sigurðsson, karate Kristrún Bára Guðjónsdóttir, í keilu Jóhann Ársæll Atlason, í klifri Silvía Þórðardóttir, knattspyrna karla Óttar Bjarni Guðmundsson, Fríða Halldórsdóttir í knattspyrnu kvenna. Hjá Kára var það Andri Júlíusson valinn leikmaður ársins. Í körfuknattleiknum var það spilandi þjálfarinn Chas Franklin. Í kraftlyftingum Alexander Örn Kárasson. Síðan í skotfimmunni Stefán Gísli Örlygsson. Í sundi Brynhildur Traustadóttir og hjá þjóti Emma Rakel Björnsdóttir. Þetta eru fínir fulltrúar sinna félaga, ekki nokkur spurning. Og verður spennandi að sjá hvort að einhverjum tekst að skáka Valdísi Þóru sem er búin að einoka þetta undanfarin ár, en ekki að ósekju, alveg klárlega einn af fremstu kylfingum Íslendinga þar á ferðinni. En við kannski leyfum bara myndum að lifa. Örn Arnarsson heiti ég og kem kannski aftur hérna inn í lokin, en bið ykkur bara að njóta og fylgjast spennt með.
byrja á að bjóða ykkur hjartanlega velkomin hingað á kjör Íþróttamanns Akraness fyrir árið 2019. Fyrir ykkur sem kannski pínu kalt eftir útiveruna þá bjóðum við upp á kakó hérna til hliðar frá badmintonfélaginu. Endilega kíkja á þau og fá ykkur smá sopa. Nú áður en að við hefjum upptalninguna á þeim sem eru koma til greina í kjörinu, þá ætla ég að hafa smá upptalningu á þeim sem hafa orðið Íslands- og bikarmeistarar árið 2019. Og við byrjum á badmintonfélag Akraness sem eignaðist 6 Íslandsmeistarar á árinu. Það voru María Rún Ellersdóttir sem var Íslandsmeistari í einliða, tvíliða og tvendaleik í flokki U15. Og Írena Rut Jónsdóttir sem var Íslandsmeistari í tvíliðaleik í B-flokki. Brynja Kolbrún Pétursdóttir sem var Íslandsmeistari í tvendaleik í A-flokki. Pontus Rydström sem var Íslandsmeistari í tvíliðaleik í A-flokki. Brynjar Már Ellertsson var Íslandsmeistari í einliðaleik, tvíliðaleik, tvendaleik í A-flokki og svo var Drífa Harðardóttir Íslandsmeistari í tvíliðaleik í meistaraflokki. Þá förum við í fimleikafélag Akraness sem átti 5 hópa sem urðu Íslandsmeistarar og bikarmeistarar eða deildarmeistarar á árinu. Drengir yngri urðu Íslandsmeistari í stökkfimi yngri flokka. 4. flokkur stúlkna var bikarmeistari í 4. flokki C-deilda. 3. flokkur stúlkna var Íslandsmeistari í stökkfimi yngri flokka og 1. flokkur stúlkna var Íslandsmeistari í 1. flokki B-deild. Meistaraflokkur kvenna var svo deildameistari. Þá förum við í keilufélagið sem eignaðist 5 Íslandsmeistarar á árinu 2019. Í 3. flokki stúlkna var það Sóley Líf Konráðsdóttir Íslandsmeistari. Í 4. flokki pilta varð Matthías Leó Sigurðsson Íslandsmeistari. Í opnum flokki unglinga varð Jóhann Ársæll Atlason Íslandsmeistari. Og Íslandsmeistarar með forgjöf urðu Guðjón Gunnarsson og Ágústa K. Jónsdóttir. Keilufélagið eignast 1 Íslandsmeistari í liðakeppni unglingaliða en liðið skipuðu þeir Matthías Leó, Jónas Hreinn, Hlynur Helgi og Róbert Leó. Svo átti knattspyrnufélagið Íslandsmeistara á árinu. Annar flokkur karla var Íslandsmeistari A-liða og annar flokkur karla var einnig Íslandsmeistari B-liða. Kraftlyftingafélagið eignaðist 4 Íslands- og bikarmeistara á árinu. Svavar Örn Sigurðsson var bikarmeistari í klassískri bekkpressu og bikarmeistari í klassískum kraftlyftingum í -74 kg flokki. Alexander Örn Kárason var Íslandsmeistari í klassískum kraftlyftingum í -93 kg flokki og Íslandsmeistari í réttstöðulyftu í sama þyngdarflokki. Einnig var hann Íslandsmeistari unglinga í klassískum kraftlyftingum í -93 g flokki og óháð þyngdarflokki. Kristín Þórhallsdóttir var Íslandsmeistari í klassískum kraftlyftingum í -84 kg flokki og Einar Örn Guðnason var Íslands- og bikarmeistari í bekkpressu óháð þyngdarflokki. Hann var Íslandsmeistari í bekkpressu í 105 kg flokki og bikarmeistari í sömu grein í -120 kg flokki. Nú, kvennasveit Leynis var Íslandsmeistari í annarri deild og spilar því verðskuldað með þeirra bestu í 1. deild á næsta ári. Ég sé að þau aðdáendur hérna fremst. Nú, Sundfélag Akraness eignaðist Íslandsmeistara í karla og unglinga og garpaflokki. Í karlaflokki varð Ágúst Júlíusson Íslandsmeistari í 50 metra flugsundi í 25 metra laug. Í flokki 13–14 ára var Guðlaug Bjartey Guðmundsdóttir aldursflokkameistari í 100 metra baksundi. Og í garpaflokki varð Kári Geirlaugsson 8-faldur Íslandsmeistari í 70–74 ára flokki í 50, 100, 200, 400 og 800 metra skriðsundi og í 50 og 100 metra baksundi og 100 metra fjórsundi. Þetta sannarlega glæsilegur hópur og við skulum gefa þeim gott klapp. Og nú mun Ragnar Baldvin Sæmundsson, fulltrúi skóla- og frístundasviðs, veita forsvarsmönnum þessara félaga
sem áttu Íslands eða bikarmeistara í efstu deild eða efsta flokki í sínum íþróttagreinum á árinu 2019 peningaverðlaun. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir. Góðkvöldið. Fyrir hönd Akraneskaupstaðar býð ég ykkur velkomin þennan árlega viðburð sem val á íþróttamanni Akranes. Árið 2019 var að venju mjög fjölbreytt á íþróttasviðinu og margir stórir íþróttaviðburðir fóru fram á Akranesi. Það er ekki einhverjum gott fyrir íþróttalífið á Skaganum, heldur nýtur samfélagið allt góðs af því þegar bærinn iðar að lífi. Á liðinu ári var frístundamiðstöðin Garðavelli opnuð. Á þessu ári verður glæsilegt fimleikahús tekið í notkun við Vesturgötu og reiðhöll mun rísa á félagsvæði Dreyra. Áframhaldandi framkvæmdir eru svo áætlun sem munu verða enn frekari lyftistöng fyrir okkar frábæra íþróttafólk og íþróttastarf. Akraneskaupstaður styður við íþróttaafreksstarf á ýmsa vegu en hér eftir mun ég veita viðurkenningar og fjárstyrki frá Akraneskaupstað til aðildarfélagi IA vegna Íslands og eða bikarmeistaratitla þeirra sem unnust í efstu deild eða efsta flokki í viðkomandi hópíþrótt eða einstaklingsgrein. Fyrstan vill ég kalla á svið Ágúst Júlíusson, formann Sundfélags Akranes. En einn félagi í Sundfélaginu vann Íslandsmeistaratitil á árinu 2019 og svo skemmtilega vill til að það var Ágúst sjálfur sem varð Íslandsmeistari. Næst vill ég kalla á svið Einar Örn Guðnason, formann Kraftlyftingafélag Akranes, en 4 félagar í Kraftlyftingafélaginu urðu Íslands eða bikarmeistar árinu. Það voru Svavar Örn Sigurðsson, Alexander Örn Kárason, Kristín Þórhallsdóttir og Einar Örn Guðnason. Það er greinilega mikill plús að heita Örn ef þú ætlar að vera sterkur. Að lokum vill ég biðja Brynju Kolbrúnu Pétursdóttur, formann Badmintonfélag Akraness að stíga á svið, en einn félagi í Badmintonfélaginu var Íslandsmeistari í tvíleiðleika árinu en það var Drífa Harðardóttir. Að síðustu vill ég óska félögunum og íþróttamönnum þeirra til hamingju með frábæran árangur á árinu 2019 og vona að við sjáum fullur af fleiri félaga hér á sviðinu næsta ári. Takk fyrir. Þá er komið að hápunkti kvöldsins, sjálfu kjöri íþróttamanns Akraness fyrir 2019, en 15 íþróttamenn voru tilnefndir af aðildarfélögum IA. 9 aðilar greiddu atkvæði það hver hlýtur titilinn, 3 frá Akraneskaupstað, 5 frá IA og 1 frá Skessuhorni, auk þess að 10. atkvæðið er í höndum íbúa Akranesi í netkosningu. Nú kemur hún Hallbera Jóhannesdóttir og sem mun kynna fyrir okkur þá sem eru tilnefndir til kjörsins. Gjörðu svo vel, Hallbera. Komiði sæl og gleðilegt ár. Ég mun nú lesa í stafrófsröð nöfn þeirra sem tilnefnd eru til kjörs íþróttamanna Akraness fyrir árið 2019. Beðið þau að koma upp á svið og taka við viðurkenningu frá IA og Akraneskaupstað. Viðurkenningarnar afhendaðu Marela Steinsdóttir, formaður IA, og Hörður Helgason, varaformaður IA. En þá held ég að sér bara geti neina að bíða
Og við byrjum á honum, það Alexander, hvað segirðu? Það hann Alexander Örn Kárason sem kraftlyftingamaður ársins. Á fyrsta ári Alexanders í kraftlyftingum hann í 4. sæti í karlaflokki á stigum á styrkleikalista kraftlyftingasambandsins sem verður að teljast frábær árangur fyrir þennan unga og efnilega nýliða. Á árinu vann Alexander 2 Íslandsmeistaratitla í opnum flokki og 2 í unglingaflokki. Auk þess sett hann 10 Íslandsmet í unglinga og opnum flokki og standa 6 af þeim ennþá í dag. Hann tryggði sér rétt til þátttöku á HM og EM unglinga á næsta ári og hefur verið valinn í landslið Íslands fyrir árið 2020. Alexander Örn Kárason. Þá næstur Andri Júlíusson. Hann knattspyrnumaður Kára. Andri einn reynslumesti leikmaður Kára. Hann hefur haft mikil og góð áhrif á ungan og efnilegan hóp Káramanna en hann mjög drífandi og hvetjandi, hvort sem þeir á æfingum eða í leikjum. Í sumar spilaði Andri 20 leiki í annarri deild og skoraði í þeim 15 mörk sem skilaði honum silfri í markaskorun. Andri var valinn leikmaður ársins 2019 af þjálfara og leikmönnum Kára og einnig IA TV leikmaður ársins hjá Kára. Andri Júlíusson. Og þá það hún Brynhildur Traustadóttir. En hún sundmaður ársins. Brynhildur sýndi á árinu að hún ein fremsta skriðsundkona landsins. Hún var í landsliðshópi Íslands á Norðurlandameistaramótinu í Færeyjum þar sem hún var 4. í 800 metra skriðsundi og 7. í 200 metra og 400 metra skriðsundi. Brynhildur náði 3. sæti í 1500 metra skriðsundi á alþjóðlegu móti í Tékklandi þar sem hún keppti með landsliði Íslands. Innan lands bar hæst 4 silfur á Íslandsmeistaramótinu í 25 metra laug og 3 brons á Íslandsmeistaramótinu í 50 metra laug. Brynhildur Traustadóttir. Þá það hann Chas Malik Franklin, körfuknattleiksmaður ársins. Hann á greinilega marga aðdáendur hér. Chas kom til IA sem leikmaður og þjálfari fyrir leiktíðina 2018-2019. Hann lét strax mikið til sín taka innan sem utan vallar enda mjög líflegu karakter og einstakur leiðtogi. Chas leiddi liði IA til úrslita í annarri deild þar sem að liðið hafnaði í öðru sæti. Hann stýrði liðinu af mikilli röggsemi og var stigahæsti leikmaður liðsins með rúmlega 30 stig að meðaltali. Chas var einnig þjálfari í unglingaflokkum körfuknattleiksfélagsins sem náðu frábærum árangri. Chas Malik Franklin. Og næst það badmintonmaður ársins Drífa Harðardóttir. Drífa býr og æfir í Danmörku. Hún hefur orðið Íslandsmeistari 9 sinnum, 4 sinnum í tvíliðaleik og 5 sinnum í tvenndarleik. Einn titilinn vann hún árið 2019. Drífa eina kona sem hefur orðið Íslandsmeistari í meistaraflokki fyrir IA og sú sem oftast hefur orðið Íslandsmeistari í meistaraflokki undir merkjum IA. Drífa keppti í ágúst á heimsmeistaramóti í öldunga í tvendar- og tvíliðaleik og var heimsmeistari í tvíliðaleik kvenna í 40-45 ára flokki. Þetta ekki Drífa eins og við sjáum en þetta bróðir hennar Ragnar Harðarsson sem að tók viðurkenningunni. Þá það hún Emma Rakel Björnsdóttir, íþróttamaður Þjóðs. Emma Rakel fædd og uppalinn Skagamaður. Hún æfir boccia og sund með Þjóti og hefur staðið sig mjög vel á árinu. Emma keppti í 3 mótum í boccia árið 2019. Eitt af því var Íslandsmót IF í boccia, einstaklingskeppni, þar sem hún lenti í 3. sæti í annarri deild. Emma hefur stundað íþróttirnar af kappi og sýnt framfarir á árinu. Hún góður liðsmaður og iðin við að aðstoða aðra. Emma Rakel Björnsdóttir.
Þá það næst Fríða Halldórsdóttir, knattspyrnukona ársins. Fríða fædd árið 2000 og hefur þrátt fyrir ungan aldur verið einn af burðarásum ÍA-liðsins undanfarin ár. Fríða hefur leikið 64 leiki í meistaraflokki og skoraði í þeim 4 mörk. Hún mikil keppnismaður og hefur mikinn metnað sem smitar út í leikmannahópinn. Fríða mjög sterk í sinni stöðu og mun verða lykilmaður á næstu árum hjá félaginu. Fríða Halldórsdóttir. Þá það hestaíþróttamaður ársins Jakob Svavar Sigurðsson. Jakob Svavar var einn af bestu íþróttaknöppum á landinu og hefur verið í fremstu röð í íþróttinni í mörg ár og unnið marga Íslandsmeistaratitla, auk heimsmeistaratitils. Jakob agaður keppnismaður en þó ávallt prúður og til fyrirmyndar. Hann hlaut mörg verðlaun á árinu fyrir góða reiðmennsku og prúðmennsku. Jakob sýnir hesta sína af öryggi og hefur fumlaust og létt taumasamband við hrossin sem undirstrika hæfileika hestsins. Jakob Svavar Sigurðsson. Jóhann Ársæll Atlason, keilumaður ársins. Jóhann Ársæll fæddur árið 2001 og æfir og leikur með keilufélagi ÍA. Árið hefur verið gott hjá Jóhanni en hann var meðal annars Íslandsmeistari unglinga í opnum flokki. Hann hefur spilað á 3 alþjóðlegum mótum með ungmennalandsliði Íslands og var valinn í afrekshóp karla í keilu. Jóhann hefur verið að gera góða hluti með liði sín í fyrstu deild karla þar sem þeir að berjast efstu sætin. Jóhann Ársæll Atlason. Þá það karatemaður ársins en það hún Kristrún Bára Guðjónsdóttir. Kristrún Bára náði þeim merka áfanga á árinu að vinna sér inn svart belti eða fyrsta dan í karate-íþróttinni. Hún keppti á RIG 2019 í kata með góðum árangri. Hún var í öðru sæti á Grand Prix-mótaröðinni í flokki 16 til 17 ára og þá var hún í 3. sæti á Íslandsmótinu í kata í flokki 16 til 17 ára. Kristrún í unglingalandsliði Íslands og keppti með því í Svíþjóð og tók einnig þátt í smáþjóðamótinu í karate. Kristrún Bára Guðjónsdóttir. Og þá það næst fimleikamaður ársins. En það hún Sóley Brynjarsdóttir. Sóley æfir hópfimleika með meistaraflokki 5 og fastamaður í liðinu. Hún metnaðargjörn og dugleg og smitar jákvæðin út í hópinn og á hún bjarta framtíð í greininni. Sóley þjálfar einnig yngri flokka hjá félaginu af miklu metnaði og með góðum árangri. Hún vel liðin af liðsfélögum sínum og samstarfsmönnum. Sóley frábær fimleikakona, hún góð fyrirmynd og vel að titlinum komin. Sóley Brynjarsdóttir. Þar sem að ég svona hálfu bókasafnsfræðingur og ofboðslega góð í stafrófinu, þá hljóp ég aðeins yfir hérna einn staf í stafrófinu, en það hann Óttar Bjarni Guðmundsson sem knattspyrnumaður ársins. Óttar Bjarni fæddur árið 1990. Hann gekk til liðs við Skagamenn fyrir tímabilið 2019. Óttar hefur mjög mikla leikreynslu. Hann hefur leikið 223 leiki í meistaraflokki og skoraði í þeim 14 mörk. Hann mikill leiðtogi innan vallar sem utan. Óttar Bjarni mjög góður leikmaður og smitar út frá sér með sinni leiðtogahæfni og keppnisskapi. Óttar Bjarni Guðmundsson. Og þá förum við aftur í S-inn. Og þá komið honum Stefáni Gísla Örlugsinni, sem skotmaður ársins. Stefán Gísli í landsliði Íslands í haglabyssu skotfimi. Stefán var í toppbaráttun og öllum skotmótum á Íslandi síðastliðið sumar. Hann vann 2 af þeim landsmótum sem hann keppti á
og varð í öðru sæti á Íslandsmeistaramótinu eftir bráðabanna. Þá skaut Stefán í þrígang í sumar skor yfir ólympíulágmarkinu. Stefán keppti á 4 mótum erlendis á árinu, Evrópumeistaramótinu á Ítalíu, heimsbikarmótum í Mexíkó, Sameinuðu arabísku furstadæmunum og Finnlandi. Stefán Gísli Örlygsson. Og næst það klifrari ársins og það hún Silvía Þórðardóttir. Árið 2019 var afar gott klifurár hjá Silvíu og landaði hún 3 silfurverðlaunum í sínum aldursflokki. Hún átti einnig mjög gott útiklifurtímabil þar sem hún klifraði margar erfiðar klifurleiðir og sýndi þar með styrkleika sinn sem alhliða klifrari. Á Íslandsmeistaramótinu í grjótglímu hafnaði hún í öðru sæti eftir harðan brag og það í 3. sinn sem hún hlýtur þá viðurkenningu. Valdís Þóra hefur allt frá unglingsaldri verið með skýr markmið sem hún hefur unnið markvisst af, hvort sem með æfingar í huga, Íslandsmeistaratitla, þátttöku í landslýsverkefnum eða sem atvinnumaður í golfi. Valdís Þóra Jónsdóttir. Og vaffið svo aftarlega, nú bara búið þessi stafrófsröð og þannig eru reglurnar að 3 efstu í kjöri íþróttamanns Akraness, þau fá peningaverðlaun úr minningarsjóði Guðmundar Sveinbjörnssonar og að auki fær íþróttamaður Akraness verðlaunagrip til eignar. Íþróttamaður Akraness fær einnig Friðþjófsbikarinn til varðveislu í 1 ár, en hann gefinn til minningar Friðþjóf Arnar Danielsson. Bikarinn gefinn af móður hans og systkinum og nú afhentur í 29. skipti. María Mist Guðmundsdóttir mun afhenda bikarinn fyrir hönd fjölskyldu sinnar, en hún langafabarn Helga Danielssonar, bróður Friðþjófs. Og þá komið að stóru stundinni sem við hefum beðið eftir. Og í 3. sæti í kjöri íþróttamenns Akraness 2019 ef að gera smá klapp. Það Alexander Örn Kárason, lyftingamaður. Í öðru sæti í kjöri íþróttamenns Akraness 2019 Valdís Þóra Jónsdóttir, golfkona. Og þið tilbúin? Íþróttamaður Akraness árið 2019 á ég að heyra hljóð. Og svo, það Jakob Svavar Sigurðsson, hestaíþróttamaður. Leið og við viljum þakka ykkur fyrir kvöld, þá vil ég nú biðja ykkur að klappa vel og lengi fyrir þessu frábæra íþróttafólki og innilega til hamingju. Og svo segjum við auðvitað öll áfram ÍR. Já, þar með það komið á hreint. Jakob, hestamaður, Jakob Svavar Sigurðsson, hestamaður í Dreyra íþróttamaður Akraness fyrir árið 2019 og skum honum innilega til hamingju með það. Já, það var hægt að steypa Valdísi á stóli og Jakob sannarlega vel að þessu kominn. En við förum að segja þetta gott en minnum á að knattspyrnutímabilið bara að fara að hefjast hjá okkur.
Fyrstu beinu útsendingarnar eru bara næstu helgi í fótbolti.net mótinu, bæði karlaliðið hjá IA og kvennaliðið helgina. Fylgist endilega með því. Leyfum kannski myndunum að lifa hérna í smá stund, en við þökkum kærlega fyrir okkur. Örn Arnarsson heiti ég og með mér í útsendingunni voru Snorri Kristleifsson sem stjórnaði henni, Ingimar Elvar Ágústsson og Arnar Óðinn Arnþórsson á myndavélunum. Þangað til næst, munið að við eigum bara eitt líf. Takk kærlega fyrir okkur.